Þetta var dásamlegt. This was wonderful. Thank you so much. Þau hjónin Úlla Nachtnebel og Rolf Gadecke hófu hér guðsþjónustunni í kvöld með að spila fyrir okkur verk eftir Fauré sem heitir En prière. En auk þeirra verða hér munu þau Óskar Einarsson, Páll Elva Pálsson og síðast en ekki síst Guðrún Óla Jónsdóttir eða Gógó annars tónlistin í kvöld. Og þó að hér sé frábært tónlistafólk og Gógó náttúrulega syngi þannig að við viljum helst hlusta, þá hvet ég ykkur samt til að taka undir í sálmum og þegar það var við. En nú skulum við signa okkur og biðja saman upp á spæn. Segjum í nafni Guðs Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn, við þökkum þér fyrir þennan dag sem að kvöldi komin. Þökkum þér fyrir að fá að eiga hér samfélag við þig og ég bið þig að blessa okkur hvert og eitt sem að hingað er komin og þú þekkir hvað við erum að fást við og mætir okkur eins og þú einn getur. Amen.
Já, ég sá eitthvað langar svo til að klappa. Það bara allt í lagi. Látum það eftir okkur. En fyrir ritningarlestu þessa Drottins sem pálmasunnudagur stendur skrifaður hjá spámanninum Sakaría. Fagna mjög, dóttirinn Síón. Lát gleðilátum, dóttirinn Jerúsalem. Sjá, konungur þinn kemur til þín. Réttlátur hann og sigursæll, lítillátur og ríður asna ungum ösnufola. Hann útrýmir hervögnum úr Efraím og víghestum úr Jerúsalem. Öllum herbogum verður eitt. Hann mun boða þjóðunum frið og ríki hans ná frá hafi til hafs og frá fljótinu til endimarka jarðarinnar. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Þessi þakkar gjörð. Og síðari ritningarlesturinn úr bréfi Páls postula til Filipumanna, þar sem segir, hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur, kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða, já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur Guð og hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni aðra, til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur drottinn. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Ég sé þér drottinn.
Pía Jesú eftir Andrew Lloyd Webber. Nú ætla ég að biðja ykkur kæru vinir að rísa á fætur og við skulum heyra heilagt guðspjall sem að skrifað hefur Jóhannes guðspjallamaður. 6 dögum fyrir páska kom Jesús til Betaníu, þar sem Lasarus var. Sá hann vakti frá dauðum. Þar var honum búinn kvöldverður og Marta gekk beina, en Lasarus var einn þeirra sem að borði sátu með honum. Þá tók María pund af ómenguðum dýrum nardussmislum og smurði fætur Jesú og þerraði með hári sínu fætur hans. En húsið fylltist ilmi smislana. Segir þá Júdas Ískariot, einn lærisveina hans, sá myndi svíkja hann: hví voru þessi smysl ekki seld fyrir 300 denara og gefin fátækum? Ekki sagði hann þetta af því að hann léti sér annt fátæka, af því að hann var þjófur. Hann hafði pingjuna og tók af því sem í hana var látið. Þá sagði Jesús: lát hann í friði. Hún hefur geymt þetta til greftrunardags míns. Fátæka hafið þið ætíð hjá yður, en mig hafið þið ekki ávallt. Nú frétti allur fjöldi gyðinga af því að Jesús væri í Betaníu og þeir komu þangað ekki aðeins hans vegna, heldur og til að sjá Lasarus sem hann hafði vakið frá dauðum. Þá ákváðu æðstuprestarnir einnig að taka Lasarus af lífi, því vegna hans sneru margir gyðingar baki við þeim og fóru að trúa á Jesú. Degi síðar frétti hinn mikli mannfjöldi sem kominn var til hátíðarinnar að Jesús væri að koma til Jerúsalem. Fólk tók þá pálmagreinar, fór út á móti honum og hrópaði: Hósanna, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísraels. Jesús fann ungan asna og settist á bak honum eins og skrifað er: óttast ekki, dóttir Síón, konungur þinn kemur og ríður á snjófola. Lærisveinar hans skildu þetta ekki í fyrstu, en þegar Jesús var dýrlegur orðinn, minntust þeir þess að þetta var ritað hann og að þeir höfðu gert þetta fyrir hann. Og þannig hljóðar hið heilaga guðspjall: Lofsið þér Kristur, við skulum játa saman okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma til að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Nú syngur Gógó fyrir okkur lagið Via Dolorosa sem að fjallar leiðina sem Jesús gekk með krossinn að Hauskúpuhæð.
gengur vopnum búinn her á veginum þar dæmdur maður fer. Stjórnlaust fólkið streymir að því stefnan er á hausaskeljastað. Hann er blóðugur án vanga eftir barsmíðar og at á blóði drifnu höfði þyrni fat og gengur hann þar hjá má hæðnisorðin greina línum frá. Niður Via Dolorosa ótal vörðum kringdur gengur vafinn tötrun lífsins konungur. En hann sjálfur kýs að gera fyrir heimsins þjóðir það. Fara þjáningana veginn alla leið á dauðans stað. Por la Via Dolorosa triste ya en Jerusalén los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba la cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como de
Pálmasunnudagur er í rauninni bæði gleðilegur sorgardagur og sorglegur gleðidagur. Ég las það hvernig fólkið fagnaði Jesú, sleit pálmagreinar eða skarða af trjánum og veifaði og söng hósanna honum til heiðurs. Svo fengum við í rauninni, má segja, framtíðarbergmálið frá henni Gógó, þar sem að rétt örfáum dögum síðar var sama fólki sem hrópaði krossfestið, krossfestið. Viðsnúningurinn var algjör. Hann sem var hetjan þeirra sem þau hyltu varð hrakinn og smáður á föstudaginn langa. Þetta er merkilegur dagur. En það sem að ég ætla að leggja áherslu á í kvöld er kannski ekki nákvæmlega þessi hylling Jesú, heldur það sem að þessi aðferðarorð sem að Jóhannes hefur sérstaklega. Það er sagt frá pálmasunnudegi í öllum guðspjöllunum, en Jóhannes er svolítið sérstakur með þetta, þar sem að hann talar systkinin í Betaníu, Mörtu, Maríu og Lasarus, sem við heyrðum hann áðan. Skömmu áður vakti hann Lasarus frá dauðum, sem þá var búinn að vera í gröf sinni alllengi. Og Mörtu og Maríu þekkjum við frá sögunni þar sem það tóku á móti honum. Og Mörtu þótti systir sín vera heldur svona lin við húsverkin, því að hún valdi sér það hlutskipti að nema hvert orð frá Jesú sem hann talaði. Þau eru þarna í stóru hlutverkum og finnst ykkur ekki, mér finnst alltaf svo, ég sé fyrir mig bara einhvers konar, það er hægt að bara gera heila thriller þetta, sjáu því. Hann er nýbúinn að vekja Lasarus á dauðum, svo lesum við þetta hana, Lasarus á hann að borða með þeim og þá voru æðstuprestarnir búnir að ákveða að drepa hann. Hugsa ykkur, hann er drepinn fyrir það, þeir ætluðu að drepa hann fyrir það að vera líkaðu við, vegna þess að fólk tók trú á Jesú. Mér finnst það svo ótrúleg pæling. Það væri hægt að skrifa heila skáldsögu þetta. En það sem mér til að svona sérstaklega vekja athygli á, það er þessi gjörð Maríu þegar hún smurði Jesú. Við heyrum oft að Jesú sé Messías, sé Kristur, og Messías þýðir hinn smurði. Þetta er konungstitill og þarna er hún að smyrja hinn smurða og teflir fram dýrum smyrslum sem kostuðu mikla peninga, en kom að því síðar. Það sem við til að vekja athygli á er að kannski njótum við ekki það þarna. Já, hún ætlaði að vera góð við hann og smyrja fætur hans með þessum dýru smyrslum og allt gott það að segja, en á þessum tíma þá var þetta bara talsvert mikil ögrun. Það var ekki til siðs að konur snertu karlmenn svona fyrrabræði eins og þarna í þessu samhengi. Og hvað þá heldur hún væri með slegið hárið, það var svona líka álitið vera ögrandi og ekki til siðs, það er að segja frá þannig lítur karlmenn á það. En Jesús, hann tekur á móti Maríu þarna og hún er fullkomlega hluti af hans lærisveinahópi. Hún er jafningi hans. Hún þarf ekki að setja sig í einhverja stellingar og haga sér eins og konur eiga að vera. Hann tekur henni fullkomlega og hann sér í hjarta hennar og þiggur þessa gjöf sem hún færir honum.
þar sem hún smyr hinn smurða. Bæði hefur þessi smurning hefur tengingu við konungstign Jesú og sömuleiðis það sem framundan var. Hún var í rauninni að vissu leyti smyrjandi grefturinnar líka. Og hún ein af grúpunni hans. Hún ein af hópnum. En þarna var líka Júdas Ískariot sem fór strax að hneykslast á henni og gerir lítið úr henni. Hefði nú ekki verið nær að nota þessa peninga fyrir þá sem ekkert eiga. Og svo fáum við útskýringu frá Jóhannesi og hann vil svona gefa skýringu á því hvað Júdasi var í huga, að hann ætlaði sér að stingja einhver undan. En það sem Jóhannes Guðspjallamaður leggur svo mikla áherslu á þetta sem Jesús segir: ég hef komið til þess að hafi líf í fullri gnægð. Og vegferð Jesú hefst hjá Jóhannesi á undrinu í Kana, þar sem hann breytir vatn í vín og fólk undrast bara af hverju besta vínið núna síðast. Hann kemur til þess að veita, þetta ýtir undir það sem Jesús segir: ég hef komið til þess að þið hafi líf í fullri gnægð. Og sömuleiðis þetta með nardusmislin sem kostuðu 300 denarar sem var heil áslaun, hugsið ykkur. En hún ekkert að spekulera í því, hún bara gefur það sem hún af heilu hjarta, það sem hún vill gefa. Og þess vegna segir Jesús: láta hann í friði. Þessi gjöf hennar, hún dýrmætt, og þar með hann í rauninni að gefa, að verja hana og setja hana svona, gera hana sínum jafningja enn frekar. Og þetta með að hafa líf í fullri gnægð, það í rauninni að trúa því að við séum undir náð Guðs. Það ekki að trúa því endilega að ef við fylgjum Jesú þá eigum við alltaf nóga peninga, nóga bít og brenna og svo framvegis. Þetta að trúa því að við séum undir náð og við séum blessuð. Og það sem Jesús leggur áherslu á hana: ef þú getur blessað aðra og gefið af þínu, ef þú finnur það í hjartaðinu að þú vilt gefa og blessa þannig aðra, þá skaltu gera það. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verða mun aldir alda. Amen.
Nú skulum við eiga saman bænastund. Ég bendi á bænaaldari sem hérna aftast í kirkjunni sem hægt að kveikja á ljós fyrir bænarefnum okkar. Eins hægt að koma þeim á framfæri með því að skrifa bænarefni á miða og það beðið fyrir þeim staðfastlega hér á 50-dagsmótnum og þá lítill hópur sem hittist klukkan 9 og allir velkomnir þangað og biðu fyrir bænarefnunum. Eins bara gott að sitja í sætinu sínu ef við viljum það og eiga stund frammi fyrir Guði, tala við Guð það sem að hvílir okkur á hjarta og þakka fyrir það sem við höfum að þakka. Á meðan ætla þau Úlla og Rolf að leika fyrir okkur fallega tónlist og við skulum njóta stundarinnar með Guði.
So much, Ulla, for your beautiful playing. En þetta verk var eftir John Thomas. Við skulum sameinast í bæn. Drottinn, við þökkum þér fyrir að þú mætir okkur þar sem við erum. Þökkum þér fyrir þessa stund, anda þinn sem er nær okkur og nærir okkur. Við felum þér þau bænefni sem voru borin fram hér í kvöld. Drottinn, við felum þér líka systkin okkar í Úkraínu og viltu Drottinn gefa það að friður komist á sem fyrst. Vaktu yfir þeim. Við felum þér líka fermingarbörnin sem femdust hér þetta vorið og biðjum að blessa þau, ákvörðunina þeirra og gefa þeim náð til þess að þiggja útrétta höndina þína. Við felum þér bænirnar okkar í bænina sem þú kenndir og við biðjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og áður en ég flyt ykkur blessun Drottins, þá ætla ég aðeins að auglýsa það sem framundan næstu daga. Hér í Dymbilvíkunum páska á skírdag klukkan 5 verður hér helgistund sem séra Dís Gylfadóttir leiðir og með henni verða þau Úlla og Rolf, þannig að þið vitið að þið gangið að yndislegri stund og dásamlegri tónlist. Á föstudaginn langa klukkan 8 verður hér einnig helgistund. Þá les Eggert Kåber leikari píslasöguna samkvæmt Jóhannesarguðspjalli og Baldvin Hreinsson píanóleikari annars tónlistina en séra Dís mun leiða stundina. Á páskadag klukkan 9 sem er frekar kristilegur tími. Það er víða sem er klukkan 8 og ef þið viljið endilega vakna fyrir þá bara farið eitthvað annað, en við ætlum ekki að byrja fyrir klukkan 9. Og þá verðum við með messu hér á páskadagsmorgun og höldum í þá hefð sem við höfum komið á og er svo dásamleg að þá er hverjum og einu frjálst að koma með eitthvað á morgunverðarborðið og þarf ekki að gera það, en það má og það hefur verið mikið gnægta borð. Og þá borðum við saman morgunverð hér eftir messuna á páskadag og svo að sjálfsögðu verður sunnudagaskólinn á sínum stað klukkan 11 með tilheyrandi páskaeggjaleit. En nú skulum við rísa á fætur og þiggja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Ef við ekki að standa bara saman og syngja Nú hverfur sól í haf. Nú hverfur sól í
okkur sæti. Mér langar til þess núna bara áður en við fáum eftirspil sem er Ave Maria eftir Bach og svo Gúna á sem að þau ætla að flytja fyrir okkur hjónin, að þakka ykkur kærlega fyrir stórkostlega tónlist, Óskar, Palli, Gógó, Rolf og Úlla. Ef við ekki að klappa svona einu sem núna fyrir þeim. En nú skulum við sitja og njóta, þau ætla að spila fyrir okkur Ave Maria. Þau eru mjög flink að tala íslensku, en ég ætla núna að leggja mig fram og segja vielen danke. Og förum í friði og þjónum drottni með gleði. Erum það.